Okay. Ég býð ykkur velkomin á 561. fund bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar sem haldinn í fundarsal Breiðumörk 20, fimmtudaginn 13. apríl 2017. Fundinn sitja Njörður Sigurðsson, Sandra Sigurðardóttir, Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Halldór Benjamín Hreinsson, Andri Helgason, Alda Pálsdóttir, Eyþór H. Ólafsson, Geir Sveinsson og Helga Kristjánsdóttir sem rita fundargerð. Nú einhverjar athugasemdir við fundarboð. Engar koma fram og þá göngum við til það. Fyrsti dagskrárliður fundargerð bæjarráðs frá 16. mars 2023 og liðir sem afgreidd sérstaklega eru 7, 8 og 9 og við byrjum þá á lið 7 sem minnisblað frá leikskólastjóra vegna niðurfellingar leikskólagjalda í Dymbilvíku. Hér lagt til að bæjarstjórn samþykki bókun bæjarráðs en orðið laust. Enginn kveður til hljóðs og þá ber ég þetta upp til samþykktar. Þeir sem samþykkja merki, það samþykkt samhljóða. Næst það liður 8, umsókn leikskóladvöl utan lögheimili sveitarfélags og hér lagt til að bæjarstjórn samþykki afgreiðslu bæjarráðs en orðið laust við þennan lið. Enginn kveður til hljóðs, þannig ég ber þetta upp til samþykktar og það samþykkt samhljóða. Og þá liður 9, Berlínarferð starfsmanna íþróttamannvirkja. Hér lagt til að bæjarstjórn samþykki afgreiðslu bæjarráðs og orðið laust. Enginn kveður til hljóðs, þá ber ég þetta upp til samþykktar og afgreiðslan samþykkt samhljóða. Og þá fundargerðin á öðru leyti, orðið laust. Eyþór, hversu vel? Já, forseti. Ég vil bara árétta bókun þarna við lið 5 vegna bréfs frá eftirlitsnefndinni og við óskum eftir að verði bókað í fundargerð. Við áréttum þessa bókun, Öldu Pálsdóttur, við fundargerð bæjarráðs, eða lið 5 í fundargerð bæjarráðs. Í hvort hún þessu, það ekki sett þetta í mér líka. Svo það ekki annað. Takk fyrir. Orðið enn laust sem vil tjá sig fundargerðina á öðru leyti. Enginn kveður til hljóðs og þá ber ég fundargerðina í heild sinni upp til samþykktar sem samþykkingarmerki samþykkt samhljóða. Þá göngum við til annars dagskrárliðar sem fundargerð bæjarráðs frá því morgun 13. apríl. Þar eru liðir afgreiddir sérstaklega 8, 9 og 11. Við byrjum á lið 8 sem lóðaumsókn Hólmabrún 8. Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir víkur að fundi og hún farin. Og þetta lóðaumsókn Hólmabrún 8 og hér lagt til að bæjarstjórn samþykki úthlutun bæjarráðs og orðið laust þetta. Enginn kveður til hljóðs og þeir sem samþykki því gefur merki, það samþykkt samhljóða. Dagný. Þá liður 9 sem minnisblað bæjarstjóra vegna mannaráðninga fræðslu og velferðarsviðs Hveragerðis og ef ég fæ að lesa hérna bókuna og ég gef orðið laust. Hér lagt til að ráða Elvu Birkisdóttur í starf deildarstjóra skólaþjónustu, Ernu Harðar Sólveigadóttur í starf deildarstjóra velferðarþjónustu og Rósu Huld Sigurðardóttur í starf félagsráðgjafa í barnavernd. Orðið laust við þennan 9. lið. Sandra, gjörðu svo vel. Forseti, mér langar bara aðeins að koma inn á og eins og við ræddum í bæjarráði í morgun að ég vil bara fagna hversu margar umsóknir bárust og við fengum alls 28 umsóknir frá 26 umsækjendum. Þannig að en við erum bara, já, þannig að ég langar bara að vekja athygli á því hversu margir voru að sækja þessi störf sem við vorum og erum hér að ráða í. Og
það spennandi tíma framundan og þessar einstaklingar koma til að hjálpa okkur að móta þessa þjónustu, nýju þjónustuna sem að taka við að skóla- og velferðarþjónustu almennt. Þannig að já, takk. Takk fyrir þetta, Sandra. Orðið enn laust. Enginn kveður sér ljós og þá ber ég það upp að Elva Birkisdóttir verði ráðin í starf deildarstjóra skólaþjónustu, Erna Harðar Sólveigadóttir í starf deildarstjóra velferðarþjónustu og Rósa Huld Sigurðardóttir í starf félagsráðgjafa í barnavernd. Eins og munum samþykkt þessu gefur merki og þetta samþykkt samhljóða. Þá er liður 11 sem er tillaga viðauka við fjárhagsáætlun vegna kvöld- og helgarþjónustu. Og hér er lagt til að bæjarstjórn samþykki viðaukann en orðið er laust þetta. Halda kjörsverki. Forseti, já, ég var svona aðeins hugsuð fyrst þegar ég las þetta bréf því að mér fannst það vera lagt upp með eins og væri verið að fara að auka þjónustu en bara þannig að það sé alveg á hreinu að þetta er ekki verið að auka þjónustu til fólksins heldur er þetta eingöngu snýst mönnun ef að það forfallast. Þannig að við erum ekki að auka þjónustuna út á samfélagi yfir á hjúkrunarbatteríið. Takk. Takk fyrir. Orðið er enn laust þennan lið. Enginn kveður sér ljós og þá ber ég þetta upp til samþykktar og þessum samþykkt gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá göngum við til 3. dagskrárliðar sem er fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar frá 28. mars síðastliðinn. Samþykkja fundargerð. Það er að gefa orðið laust. Afsakið. Það er gott að hafa svona skuggafundarstjóra. En fundargerðin er að öðru leyti laus til umræðu. Laus til umræðu, ég vil ekki að segja það en gjörum svo vel. Eyþór. Þetta er margt ekki náttúrulega sko. Já, varðandi lið 5 var það ekki? Þegar landlög. Nei, það var þarna liður varðandi drög að fjárhagsáætlun. Nei, ásækning. 12. Uppgjöri, já, 12. Okkur langar, það er ekki hefð, hefur ekki verið hefð fyrir því allavega mér vitanlega að bóka í bæjarráði í þeirra svona drögur lögð fyrir en vegna þess að meirihlutinn kaus að bóka, þá erum við með eftirfarandi bókun. Í bókun meirihluta bæjarráðs frá því í morgun rekst hvað á annars horf. Reynt er enn einu sinni að kenna fyrir meirihluta það sem aflaga fer í stjórnum bæjarins í núinu. Talað skort á innviðauppbyggingu en hún var einmitt fullkomlega í takt við íbúaþróun á þeim árum. Því er líka beinlínis ranglega haldið fram að tekin hafi verið lán til rekstursins. Slík fullyrðing á ekki við rök að styðjast, í besta falli sérkennilegt að ætla að halda slíkum rangfærslum að bæjarbúum. Og hérna kemur svo tafla, það er spurning hvort að Helga getur varpaði niður. Getur það? Áður að koma til því. Og ég þurfi ekki að lesa kannski alla töflum. Reyndin er sem sagt samkvæmt þessari töflu. Ég tek fram að tölurnar eru á verðlagi hvers árs. Og eins og glögglega sést þarna þá hefur rekstur Hveragerðisbæjar ekki verið fjármagnað með langtímalánum, heldur hefur reksturinn ávallt skilað afgangi sem nýst hefur til fjárfestinga og afborgunar langtímalána. Samtals vel yfir 1,6 milljarða umræddu tímabilið þarna í með 2014 til 2021. Öllu tali lausatök í rekstri bæjarins á síðustu kjörtímabilim því harðlega mótmælt. Þetta sýna tölur og ársreikningum allt annað. Fjármálastjórn bæjarfélagsins síðustu 16 árin fyrir síðustu kosningar var mjög traust og lengst af skilaði bæjarsjóður rekstrarafgangi. Þau tímabil sem voru í tapi hafa tengst utanaðkomandi aðstæðum eins og COVID-tímanum, efnahagshruninu og því að sveitarfélög
urðu að undirgangast uppgjör við Brú lífeyrissjóð upp á tæpa 350 milljónir 2018. Sést reyndar þannig í töflunni líka. Talan þá. Annars var reksturinn á umræddu tímabili undantekningarlaust jákvæður. Bestu meðmælin að bærinn fékk alltaf lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga án þess að þurfa að biðjast afsökunar á rekstrinum á sama tíma eins og margur hefur þurft að gera. Aftur á móti rekstur Gerðisbæjar mjög viðkvæmur. Hann þolir ekki umtalsverðar fjárfestingar eða gríðarlegar lántökur sem eru úr takti við getu bæjarfélagsins og þá ekki síst þegar verðbólga og vextir í hæstu hæðum eins og nú er. Því svo mikilvægt að forgangsraða og gera hlutina með skynsamlegum hætti. Fyrst og síðast þarf að halda reksturinn innan ramma og muna til dæmis að eitt stöðugildi háskólamenntaðs einstaklings kostar auðveldlega 12 til 14 milljónir króna með öllu. Þegar hagnaður rekstur ekki nema örfáa milljónir á ári, þá þarf ég sífellt að vakta þetta því þarna fara peningarnir hraðast út. Undir þetta rita Alda og Eir. Sjáu þið töfluna, við höfum kannski zoomað inn á það. Já, hann gerði næstu taka, sko. Hvað plúsið? Nei, töflupóstum. Takk fyrir þetta við Þór. Það var að hægja niður eða hægja upp. Getur það í plúsið þarna? Já, ok. Er menn í útsendingu eða eitthvað? Já. Sjáum nefnilega ekki skjáinn. Það er ekki betur að sjá þetta. Takk fyrir þetta, Eyþór. Orðið laust ef einhver vill tjá sig um þetta. Já, ég get stigið hér inn og aðeins sagt um þetta. Það auðvitað þannig að það sem við erum að upplifa núna auðvitað gífurlega mikil innviðaskuld. Og við erum svo sem ekki eina sveitarfélag sem að upplifa það og við sjáum þetta víðar. Það sem að vöxturinn hefur verið svo gífurlegur. Meðal annars hefur komið núna í ljós svo sem eitthvað sem hefur verið ljóst í ansi langan tíma og það til dæmis eins og varðandi fráveituna. Hún orðin of lítil og hefði þurft að setja fjármagn í hana miklu fyrir til þess að geta brugðist við því. Þannig að það eitt að geta skilað auðvitað sveitarfélagi í plús og haft jafnvægi í fjármálunum, en svo annað að taka lán í innviðum, við getum orðað þannig. Það að segja að fara ekki í tiltekna innviðauppbyggingu og sinna ekki tilteknu rekstri nægilega vel. Og það sem ég á við þar til dæmis varðandi fráveituna. Það grunnskólinn sem að vissulega búið að vera í uppbyggingu undanfarin ár og nú ný viðbygging og svo það líka leikskólamálin. Og við vitum líka það að reksturinn varðandi til dæmis félagsþjónustuna og málefni fatlaðs fólks hefði mátt vera miklu betri hér í Hveragerðisbæ. Og það auðvitað þannig séð lán í innviðarekstri og svona mætti telja. Þetta auðvitað vaxtarverkir í sveitarfélagi sem að stækka mjög hratt. En það líka alveg ljóst að þegar verið að setja lóðir í úthlutun sem að mun fjölga íbúum 200 á ári eins og gerðist árið 2021 og 2022 á hvora ári 400 í heild sinni, þá var alveg ljóst að það þarf að ekki samhliða en við nokkur áður að hafa hafist innviða uppbygging. Og ég vil líka nefna annað í þessu. Og það til dæmis eins og fjárfesting í félagslegu leiguhúsnæði sem að Hveragerðisbær hefur staðið sig afskaplega illa í og þar í flokki með Garðabæ og Seltjarnarnesbæ sem að hafa í raun og veru ekki sinnt þessum málaflokki nægilega vel. Þannig að það það sem hefur gerst. Það ekki allir þjónustu hefur verið sinnt nægilega vel. Innviðauppbyggingin hefur ekki haldist í við fjölgunina hér og það má segja að það sé innviðaskuldin, en auðvitað kannski lítur ársreikningurinn sæmilega út hverju sinni þegar svo er. En Eyþór, þú barst á honum, gjör svo. Já, forseti, takk fyrir þetta mjög.
ekkert af þessu sem hún segir því miður heldur vatni. Sko, innviða uppbygging, hún hélst í hendur jafnóðum. Það stóð til að fara í aðgerðir í fráveitumálum síðasta sumar, það var ekki gert af ýmsum ástæðum. Ég spyr bæjarstjóra af því hvort að hann hafi kynnt sér þau mál og hvernig málin standa varðandi fráveitumannvirkið og hvort hann hafi skoðað þau mál og hvernig fráveitumannvirkið í stakk búið og svo framvegis. Félagslegt leiguhúsnæði, jú, það getur vel verið að við hefum getað keypt fleiri íbúðir, en áttum við þá að reka bæjarfélagið í halla til þess að geta haft íbúðir fyrir alla. Það gengur ekkert upp og eitthvað verður að víkja því miður. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór. Bæjarstjóri hefur beðið um orðið, en ég ætla kannski aðeins að fá að svara þessu. Jú, þetta heldur allt saman á vatni og við getum kannski verið ósammála þetta, en það og öllum ljóst að það er gífurleg innviðaskuld hér í Hveragerði og það alveg rétt sem kemur hér fram í máli Eyþórs að reksturinn mjög svona þröngur og það er ekki mikið svigrúm. Það í raun og veru kannski svolítið gallinn við okkar ágæta sveitarfélag hér Hveragerðisbæ sem okkur öllum þykir vænt um. Það að við þurfum einhvern veginn að reyna að auka tekjurnar og það var það sem þessi meirihluti ákvað að setja áherslu á strax og við tókum við hér fyrir tæpu ári síðan. Það að reyna að fá inn meiri tekjur og það meðal annars með því að reyna að auka atvinnu hér í bæ. Ég hef sjálfur svona sérstakt áhugamál mitt, það sameining sveitarfélaga og það meðal annars út af því að í raun og veru þó við séum 3200 manna sveitarfélag og meðal stórt sveitarfélag. Þá hefur sveitarfélagið ekki nægilega mikið bolmagn til þess að sinna öllu þessu verkefni sem við eigum að sinna. Og það alveg hárrétt ábending hjá Eyþóri að ef við förum í meiri fjárfestingu þá gæti það farið þannig að við séum að reka sveitarfélagið halla en spurningin alltaf hvar áherslunar eru. En með því að stækka sveitarfélagið og sameina, til dæmis hér í vestursýslunni, að þá verður meira bolmagn til þess að sinna þessu mikilvægu þjónustu sem við eigum að vera að sinna. En bæjarstjóri bað um orðið og svo Eyþór. Gjörðu svo vel, Geir. Forseti, ég get upplýst bæjarfulltrúa Eyþór að já, ég hef kynnt mér þetta og ég fór strax í þá vegferð leið og mér var ljóst að það þyrfti að fara í þá vegferð og það svona var kannski fljótlega á haustmánuðum byrjun vetra sem ég var að gera grein fyrir þeirri stöðu af Guðmundi Baldurssyni þar sem mér var greint frá þessu og þá tókum við þá ákvörðun að strax í kjölfarið að setja 30 milljónir næstu 3 árin þess að fara í þá greiningarvinnu sem nauðsynlegt að gera til einfaldlega átta sig á því umfangi sem og ekki það ég hef haft mikið vit á skortmálum þegar ég tók til starfa en þá ég fullvissa það en ég orðinn hérna ýmsu vísari og nokkuð fróðar um málin og það auðvitað þannig að við erum komin í rauninni í þannig stöðu að sú stöð sem í dag og hún ræður engan veginn við það ástand sem hefur verið að skapast á síðustu árum. Takk Geir. Eyþór, þú hefur orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti. Það var ekki að lengja þess að umræða mikið en ég velti aðeins fyrir mér hvort að engin atvinna var til á tímabilinu, svo 16 ára tímabili og hvernig þið ætlaði að auka atvinnu Hveragerði, hvað hefur verið að gera í því. Ég held að atvinnumálanefnd hafi ekki komið mikið saman, kannski einu sinni. En það er bara sífelldur róður og þarf að leggja gríðarlega áherslu á það að byggja upp atvinnu. Það fylgir úthlutun lóða, það er rétt að það er uppbygging á innviðum, það var gert. En það sem ég vildi kannski segja samt jákvætt í sambandi við reksturinn núna, hann er vissulega erfiður líka vegna þess að við erum með mikla verðbólgu og mikla háa vexti. Það gerir róðurinn enn þyngri og bæinn enn viðkvæmari fyrir bara reksturinn enn viðkvæmari fyrir ytri aðstæðum. Takk fyrir Eyþór. Sandra hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel.
Forseti. Já, bara aðeins þess að bæta við þessa umræðu sem er komin hér fram. Þá langar mig bara að að við vorum að tala áðan í rauninni að auka tekjustofna bæjarins og við þurfum að lyfta hverjum steini og skoða hvernig, málin liggja. En með úttektinni á stefnumótuninni sem verður kynnt íbúum á næstu vikum og þá var í þeirri vinnu var settur svona aukinn þungi í að greina tækifærin og eins og við segjum, að snúa vörn í sókn til þess að bregðast við og fá meir tekjur inn í kassann, finna leiðir til þess að auka tekjustofnana. Og í kjölfara þess verður sett fram mælanleg markmið í fjármálum og samhliða 10 ára áætluninni og stefnan bæjarins mörkuð eins og ég sagði áðan. En auðvitað þetta allt til þess að gera Hvergisbæ enn betri búsetukost og við búum hérna öll saman og við búum, börnin okkar eru hérna og margir foreldrar sína líka. Þetta hlýtur að vera sameiginlegt markmið okkar að gera bæinn okkar að góðum búsetukosti. Þannig að og það það sem við erum að gera og með þessari stefnumótun var alveg kominn tíma á að nútímavæða stefnuna og skoða þetta alveg frá grunni. Þannig að ég segi það eru bjartir tímar, við vitum alveg það bara gríðarleg verðbólga og það hefur mikil áhrif eins og Eyþór kom inn á áðan og fjármagnskostnaðurinn gríðarlega hár og þungur fyrir lítið sveitarfélag. En öll hljótum við að vera sammála það að hér viljum við búa og hér viljum við að börnin okkar alist upp og vaxa á dafni og búa í góðu samfélagi. Takk. Takk Sandra. Orðið laust ef einhver vill tjá sig fundargerðina eða þetta mál. Ef ég færi aðeins að bregðast við orðum Eyþórs þá spurði hann hvort að hér hefði engin atvinna hefði verið til hér þegar fyrir meirihluta. Jú, hún var hér. Og atvinnumálin voru skipulögð inn í bæjarráði. En það sem ég benti á og líka félagar mínir í Framsókn á síðustu kjörtímabilum, það var að það var ekki sérstök áhersla á að byggja upp atvinnulífið. Auðvitað kemur þetta inn á borð bæjaryfirvalda, en það var ekki sérstök áhersla. Og það sem við ákváðum að gera núna, það var að skipa atvinnumálanefnd og það rétt, hún ekki komið oft saman en ég skilst að sé fundur í næstu viku. Og þá höfum við líka í hyggju á að fá inn starfsmann til þess að sinna þessu sérstaklega. Til þess einmitt að auka tekjuna svo við getum veitt betri þjónustu, náð niður skuldum og svo framvegis. Og ég held að við séum alls ekki ósammála þar. En orðið laust, en enginn kveður sér hljóðs, þá ber ég fundargerðina upp til samþykktar. Við gefum merki sem við samþykkir og hún samþykkt samhljóða. Og þá göngum við til 3. dagskrárliðar sem fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar frá 28. mars 2023. Og þar eru liðir 1, 2, 3 og 6 afgreiddir sérstaklega. Og ef við byrjum á lið 1, þá það leikskólinn Óskaland skipulagslýsing sem afgreiddur sérstaklega. Þar tillaga að bæjarstjórn samþykki skipulagslýsingunni í auglýsingu í samræmi við 1. málsgrein 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og auglýstur athugasemdafrestur verði 2 vikur. En orðið laust undir þessum lið. Alda, gjörðu svo vel. Já, ég náttúrulega sérstök áhugamanneskja börn og barnauppeldi og ég fagna því náttúrulega að við séum að vinna í leikskólamálum. En ég sakna þess að það hafi ekki komin inn kynning á þessu inn til fræðslunefndar. Ég minnist þess ekki að þetta færi neina umræðu eða kynningu þar. Ég sit í þeirri nefnd og mér hefði fundist það alveg við hæfi að nefndin fengi að fjalla að það væru væntanlega bæði stækkun og þá auknar deildir og fyrirkomulag, en þetta hefur hvorki verið í yfirliti leikskólastjóra né formanns nefndarinnar. Þannig ég var að spá í hvort að það væri ekki betrumbætur á því. Já, takk fyrir, Alda. Geir, gjörðu svo vel.
Forseti, ég held að það sem er sjálfsagt mál að koma með kynningu inn í fræðslunefnd ef þörf er á. En ég vil þó upplýsa að þetta hefur verið gert í mjög góðu samráði við leikskólastjórnendur í Hvergilsbæ. Átt marga fundi með þeim og sérstaklega upp á síðkasti með Gunnvöru, leikskólastjóra Óskalands. Og hún er vel upplýst málið og tekur fullan þátt í þeim aðgerðum og þeim hugsunum sem er í gangi og þeim pælingum. Og það er ekkert sem er ekki vitað þar, en það er sjálfsagt mál að það verði upplýst á næsta fundi fræðslunefndar þá hver hugsunin er og hvað ég að gera og hvernig þetta kemur til að nákvæmlega líta út. Kannski östu. Takk fyrir, Eyþór, gjörðu svo vel. Já, forseti, á fjárhagsáætlun eða fjárfestingaráætlun ársins eru 300 milljónir til leikskólabyggingar eða í leikskóla. Og langar mig að spyrja, er ætlunin að setja þá viðbyggingu eða auka kennslustofur eða húsnæði við Óskaland og hætta þá við einhvers konar uppbyggingu í Kambalandi eða annar staðar? Hver er hugsunin bak við þetta? Takk fyrir, Eyþór. Sandra hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti. Já, það er í rauninni, það búið að fara á stað hönnun og lóðinni hérna upp í leikskólanum í Kambalandi. En í raun sökum bara fjárhagsstöðu og eins og staðan er í landinu og svoleiðis að það var ákveðin að horfa til hagkvæmari lausna. Og þar, eins og við höfum gert svo oft áður, þar er verið að velta öllum steinum. Þannig að hugsunin er já að stækka við Óskaland, bæta þar við deildum þar og eins og sést á þessu plaggi þarna hvernig lóðin kemur til að stækka. Og þar gefst okkur þá tækifæri til þess að auka við deildirnar þar og bæta starfsmannaaðstöðu í leiðinni og geyma Kambalands leikskólann í bili. En þar er allt tilbúið þegar það starf og við þurfum, já þegar fleiri börn koma og við þurfum kallar á fleiri deildir og fleiri pláss, en þá er allt tilbúið þar. En við sáum ekki alveg fram á að við getum farið í þá fjárfestingu við Kambaland að svo stöddu. Takk fyrir, Sandra. Það er ennþá laust undir lið 1 leikskólann Óskaland skipulagslýsingu sem vill tjá sig það. Alda, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég er svona, þetta eru 4 deildir sem bætast við og starfsmannaaðstaða. Er gert þá ráð fyrir starfsmannaaðstöðunni í núverandi leikskóla, stóru byggingunni, eða er verið að hugsa að starfsmannaaðstaða færist út, eða þú veist, eru breytingar á núverandi Óskalandi fyrirhugaðar eða er þetta eingöngu viðbætur? Takk fyrir, Alda. Sandra hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, nú veit ég ekki nákvæmlega, það er ekki alveg komin nákvæmlega útfærsla hvernig þetta verður útfært, en samkvæmt þeim í nefndinni að skipulags- og markanefnd þá skils mér að það komi kálfur út úr listakoti þá til austurs og svo komi í rauninni viðbygging út frá því. Þannig að það verði í rauninni starfsmannaaðstaðan þar, þannig að í núverandi húsnæði sem þetta er núna, þar er þið bara eins og það er, en viðbyggingin í rauninni og deildirna, þar er í rauninni starfsmannaaðstaðan sem státur utan, það sem er að koma, og svo þessar auka deildir. Þannig að það búið að vera að skoða þetta fram og tilbaka og hvernig hægt var að gera þetta og í miklu, eins og Geir kom inn á, í mikilli samvinnu við leikskólastjóra. Og þannig að þetta er svona það sem er á teikniborðinu eins og staðan er núna. Takk fyrir, Sandra. Ef ekki fleiri kveða sér hljóðs, þá langar mig að bera þessa tillögu hér upp sem ég las í upphafi upp til samþykktar. Þeim sem er samþykkir henni gefið í merki og hún er samþykkt samhljóða. Og þá er það liður 2 sem er afgreiddur sérstaklega, mánamörk 7, fyrirspurn breytingu á skilareglum deiluskipulags. Hér er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að synja lóðarhöfum að breyta aðal- og deiluskipulagi. Orðið er laust undir þessum lið. Sandra, gjörðu svo vel.
Forseti. Mér langaði í rauninni bara að koma hingað upp og bara í rauninni fagna þessum miklu áhuga sem við erum að sjá, þú veist, hérna í Hveragerði. Það er bæði íbúar vilja koma hingað og það eru fyrirtæki og einstaklingar sjá hagsmuni í því að koma hér og byggja upp fyrirtækin sín. Þannig að þetta er metnaðarfull teikning og vel uppsett hjá þeim. En líkt og kemur þarna fram að það er ekki í rauninni tímabært að svo stöddu af því það er verið að fara að taka upp aðalskipulag á næstu misserum. Þannig að en mér langar bara eins og segja að hér eru ferðamenn á hverju horni og margir að koma fyrirspurnir og vilja koma hingað með sinn rekstur og byggja upp sín fyrirtæki hér sem er mjög jákvætt, myndi ég telja. Takk. Takk fyrir þetta, Sandra. Eyþór, gjörðu svo vel. Sandra og ég tek undir það er mjög ánægjulegt að sjá þennan áhuga en að því að þú nefnir sérstaklega fyrirtæki, byggja upp fyrirtæki, þá get ég ekki skilið annað en á þessum hugmyndum að þetta séu bara íbúðir, ekki fyrirtæki. Það getur vel verið, já. Hótelíbúðir. Takk fyrir. Það var ég virkilega það. Takk fyrir Eyþór, svo ég skrýp ekki svona fram í fyrir þér fyrst afskurinn á því, en hér er í bókunni og í afgreiðslu skipulags- og mannvirkjanefndar, það er líka að tala um hótelíbúðir, þannig að það þurfa að vera fyrirtæki á bak við það. En ef ekki kveða sig fleiri hljóð sem var undir þessum lið, þá ber ég það undir tillögur undir samþykktar sem ég las hér í upphafi og þeir sem eru samþykkir henni gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 3 sem er afgreiddur sérstaklega í fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar. Það er beiðni um sleðabraut, kóster í Hveragerði, Kambagil. Hér er tillagan að bæjarstjórn samþykkir að heimila fyrirspyrjanda að hefja skipulagsvinnu vegna sleðabrautar í samvinnu við skipulagsyfirvöld bæjarins. Breyta þarf bæði aðal- og deiliskipulagi með tilheyrandi kynningum og athugasemdafresti umsagnar aðila og almennings. En orðið er laust undir þessum lið. Eyþór Björnsson. Bara fagna þessu, þetta er mjög jákvætt og þeir eru komnir þarna náttúrulega af stað með línuna, SIP-línuna og vonandi klárast það í júní. Ég má til að vekja athygli á því að þetta er verkefni sem voru af stað á síðasta kjörtímabili. En burtséð frá því að þá er þetta bara fagnaðarefni og ég held að þetta séu mjög flottir aðilar og það er að gerast þarna í kringum þennan stað bara miklir og góðir hlutir, þannig að ég vonast til að þar verði mikil uppbygging á næsta ári. Takk. Takk fyrir Eyþór. Orðið enn laust undir þessum lið. Og við höfum þessu að sjálfsögðu og þetta verður skemmtilegt svæði inn í dal þar sem að þemaði við útivist og slík skemmtun eins og þarna er. En ef ekki fleiri kveða sig hljóð, þá ber ég þessa tillögu sem ég las í upphafi upp til samþykktar og þeir sem eru samþykkir henni ekki merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá er að liður 6 sem er afgreiddur sérstaklega, það er Breiðamörk 10, fyrirspurn gistiþjónustu á efri hæð. Hér er tillaga að bæjarstjórn samþykki erindi í samræmi við 3. málsgrein 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010, þar sem aðilar grenndar kynningar gera með undirritun sinni ekki athugasemdir við erindið. Orðið er laust undir þessum lið. Enginn kveður sig hljóðs og þá ber ég þessa tillögu upp til samþykktar og hún er samþykkt samhljóða. Og þá er að fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar frá 28. mars síðastliðnum til umræðu að öðru leyti. Enginn kveður sig hljóðs og þá ber ég hana upp til samþykktar í heild sinni og hún er samþykkt samhljóða. Þá er að 4. dagskrárliður fundarins og það er fundargerð fræðslunefndar frá 29. mars 2003 og það er einn liður afgreiddur sérstaklega, það er liður 2. Og liður 2 er uppfærsla á reglum frístundaheimili sveitarfélagsins.
Og hér lagt til að bæjarstjórn samþykki uppfæra reglur frístundaheimila. Og orðið lausn undir þessum lið, Alda gjörðu svo vel. Já, forseti, við fögnum þessum sérstaklega. Við erum búin að vinna lengi að þessu með núverandi Bungubrekku að gera þetta þannig að þetta nýtist heildstætt öllum sem hér búa, ef við getum sagt sér svo, frá því að þeir hefja skóla og þangað til að þeir verða fullorðnir. Þannig að næstu skref eru björt hjá okkur í það að geta tekið svo á móti eldri borgurum jafnvel þarna inn. Þannig ég segi bara áfram Bungubrekka. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja tjá sig undir þessum öðrum lið uppfærslu á reglum frístundaheimili sveitarfélagsins. En svo til upplýsingar þá þá lagði forstöðumaður frístundamála fram þessar breytingar á fundi fræðslunefndar. Og helstu breytingar eru uppfærsla á nafni frístundaheimilisins sem skiptir út nafninu frístundaheimili Skólasel fyrir nafni frístundaheimili Brekkubær sem var valið af börnum í starfinu eftir uppástungur frá foreldrum og forráðamönnum. Og aðrar breytingar og upplýsingar starfið og staðsetningu þess á skipuriti sveitarfélagsins sem á hlutverk forstöðuaðila starfsins og upplýsingar eins og staðsetning starfsins, opnunartímar og önnur praktísk atriði. Og verkferla við viðveruskráningu, uppsögun á plássi og breytingu á skráningu. Þeir sem eru Eyþór gjörðu svo vel. Ég var nú hugsi hvort ég ætti að nefna þetta en ég hef séð hugmyndir og heyrt hugmyndir af því að einhvert félag eða það verði sett upp félag að kaupa gamla hótelið okkar og setja þar upp einhvers konar félagsstarf og jafnvel að eldri borgarar og fleiri kæmi að því. Nú veit ég ekki hvort að þessu hefur verið hreyft eitthvað með meirihlutann en Brandstur heitir hann sem sendi fram þessar hugmyndir og ég finnst þetta spennandi en ég veit að bæjarfélagið á ekki mikla peninga en allavega spurning hvernig bæjarfélagið getur einhvern veginn svona komið að þessu stutt við eða nýtt sér eða hvernig sem það væri en ég vil allavega nefna þetta. Þetta í umræðinu eitthvað út í samfélaginu og verið gott að aðeins að kynna undir því. Takk. Takk fyrir Eyþór. Fleiri sem vilja tjá sig þetta. Geir, gjörðu svo vel. Forseti, ég get upplýst það að ég hef talað við Brand og mér persónulega sjálfur líst vel á hugmyndina að það kæmi einhver utanaðkomandi og geti fjárfest í þessari eign. Þetta ég held sem öll sammála þetta er glæsileg eign og merkilegt hús og ég er eiginlega sannfærður það, nú leyfir mér að segja það að við bæri myndi sjálfsög skoða það getum við haft einhver aðkomi að þá kannski rekstri eða fundið einhvers konar starfsemi plássin í húsinu. En hugmyndin er góð og ef einkaframtakið getur komið þannig að málum að það geti fjárfest í húsinu þá finnst mér það eðlilegt að við skoðum það. Takk fyrir Geir. Ef ekki fleiri geða sér hljóðs þá ber ég þennan lið upp til samþykktar að bæjarstjórn samþykki uppfæra reglur sem samþykki gefur merki og það er samþykkt samhljóða. Þá er að fundargerðin að öðru leyti til umræðu. Sandra, gjörðu svo vel. Forseti. Já, á þessum fundi fræðslunefndar var að vera að taka fyrir skóladagatöl fyrir menntastofnunar hér í bæ, Bungubrekku og leikskólana og grunnskólana. Og það sem ég hjó aðeins augun í það að eru að ræða rosalega metnaðarfulla dagskrá og þarna er ég að vísa í auðvitað allt starfið sem við erum að bjóða hér upp á en ef ég tek sérstaklega sumardagatal Bungubrekku, ef við skoðum það í heild sinni að þá erum við að sjá að það þeir að bjóða upp á alls konar sumarfrístund og ævintýrafrístund og annað og það hefur aðeins verið svona í umræðinu með meirihlutans að ef við horfum á vinnuskólann og við viðruðum örlítið hugmyndina við Ingimar að taka inn í rauninni verðandi áttundabekkinga og í sumarvinnuna, vinnuskólan. Og eins og hann setur þetta upp svona þá er í rauninni vinnuskólinn sem byrjar í júní og tekur síðan
3 vikur frí í júlí og ágúst, byrjun ágúst og síðan eru síðustu 2 vikurnar fyrir skólastarf sem aftur vinnuskólinn. Þannig að mér langaði bara svona aðeins að velta þessari spurningu hér fram og hann talaði að það væri sniðugt að taka þá verðandi 8. bekkinga inn í þessar 2 vikur bara til þess að skóla þau svolítið til með samnemendum sem komið til með að verða nemendur á elsta stigi þann veturinn og það skólaárið. Ég sé nefnilega að það er ekki á plani núna fyrir sumarið 23 og þá 2010 árgangur skipulagður undir í rauninni skipulag þegar nær líður, þannig að mér langar bara svona að kasta þessa hugmynd fram hvernig einhver líka svona almennt á þessa hugmynd og að ræða 2 vikur og ekki eiginlega einu sinni 2 fullar vikur vegna þess að verslunarmannahelgin kemur eða hvað? Jú, verslunarmannahelgin kemur þarna inn í. Þannig að já, takk. Takk fyrir Sandra. Einhver sem vilja tjá sig þetta mál eða annað í fundargerð fræðslunefndar. Eyþór, gjörðu svo vel. Ég tek undir það að Ingimar rosalega flottur og þessar hugmyndir ég aðeins langar að fá skýrar spurninguna sem þú ert að velta fyrir að þið gerir. Takk Eyþór. Sandra, gjörðu svo vel. Forseti, já. Vangavelturnar voru þessar, en kannski spurningin einna helst bara hvort að við myndum vilja fela Ingimari að skoða það að 2010 árgangurinn hafi kost á að mæta þessar 2 vikur í vinnuskólan fyrir skólabyrjun með verðandi samnemendum sínum á elsta stigi. Þannig að þú veist, já, að fá hann til að skoða hvort það möguleiki, þannig að það ekki verið að staðfesta neitt eða neitt svoleiðis en að halda því opnu í rauninni. Takk. Takk fyrir Sandra. Orðið laust. Eyþór, gjörðu svo vel. Ég held að þessi getur bara verið mjög jákvætt. Ég sé ekkert, en ég sé alltaf að pínu hugsi yfir dagatalinu, ráðaði við þetta kannski eða eitthvað svoleiðis, en ef þetta eitthvað sem hann finnst bara sjálfsagt að þetta. Takk fyrir Eyþór, Alda. Já, þetta aðeins smátt hérna, ég orðin miðaldra. Forseti, já, sko mér leist vel á þetta, hann kynnti þetta fyrir okkur í fræðslunefnd og Ingimar sko yfir höfuð hugsar málin alla leið, þannig að ég hef fulla trú á honum og ef hann treystir sér í það þá sé ég bara ekkert athugavert við það, svo lengi sem að sko þetta rúmast innan fjármagnsins sem við höfum og eins það að sko að því að hann náttúrulega með starfsfólk. Hann keyrir sko þetta á sama starfsfólki allt árið kring og hann hafði hugsað sér að sko júlímánuður væri rólegri mánuður, ekki eins mikið skipulagt og svo hann eftir að skipuleggja vetrarstarfið þarna í ágúst. Þannig að ég bara hugsa að því ég veit að það fer heilmikil vinna í þetta skipulag að þá þyrfti þetta að berast fljótlega til hans. Þannig að hann sé bara undirbúinn og allir undirbúnir undir það en ég sé ekkert athugavert við það. Fyrir Alda, Sandra, gjörðu svo vel. Forseti. Já, ég sammála. Ingimar heldur rosalega vel utan alla starfsemina þarna og ég sé á þessu skipulagi hér sem þar hann með þriðjudaginn eftir verslunarhelgina merktur skipulagsdagur en vissulega það er mikið að skipuleggja og til að halda utan svona mikið starf. Þannig að já, það er fínt að fá hann til að skoða þetta og vissulega þurfum við að huga líka að fjármagninu, að við séum ekki fara fram úr þar, að það sé allt innan áætlunar og þarna í rauninni framhaldsskólanemar, þeir sem væri þá væntanlega útskrifaðir 10. bekkingar, eru þá kannski færri komnir í skólann eða eitthvað slíkt, en það þarna eins og segi, það eru 3 vikur sem lokað þar sem að þau eins og Ingimar talaði þau fá að anda og aðeins að svona hlaða batterín fyrir komandi vetrarstarf. Þannig að
En já, það bara skoða alla þessi hluti og huga þessu en hérna, já, fáum kannski til þess að skoða þetta. Fyrir Sandra, ég velti fyrir hvort að við viljum bóka þetta í fundargerðina en hvort það sé nægilegt, að þið telji nægilegt að bæjarstjóri komi þessu á framfæri við Ingimar. Ef ekki afgreiða þannig? Já, við erum bara sammála um það. Fundargerðin að öðru leyti sem vill tjá sig meira. Nei, engin þessu hljóðs, þá ber í fundargerð fræðsluverndar frá 29. mars síðastliðnum upp til samþykktar. Við gefum verkefni sem samþykkir, hún er samþykkt samhljóða. Þá göngum við til 15. dagskrárliðar sem er fundargerð umhverfisnefndar frá 29. mars síðastliðnum og þar eru engin liðir afgreiddir sérstaklega og hún er til umræðu í heild sinni. Við erum með tillögu að bókun undir 2 liðum sem er langar að bera undir fundinn. Við byrjum á lið 2 í fundargerð umhverfisnefndar sem er alþjóðlegi plokkdagurinn. Þar er umhverfisnefnd að leggja til að bærinn taki þátt að vanda í þessu góða framtaki og hvetur alla starfsmenn, kjörna fulltrúa og nefndarmenn til að taka virka þátt með bæjarbúum í þessu verkefni. Og hér er bókun og held að ég aðeins breytti þessu. Við farið yfir þá eftir, hérna bara fyrstu 2 orðin. Bæjarstjórn tekur undir hvatningu umhverfisnefndar að Hveragerðisbær taki þátt í plokkdeginum og felur umhverfisfulltrúa að finna hentugar dagsetningar til að halda garð hreinsunarviku þar sem frítt er að henda rusli á gámasvæði og skipuleggja aðkomu bæjarins að öðru leyti að þessu þarfa átaki. Orðið laust, ef þið viljið tjá ykkur þessa bókun, gjör svo vel Eyþór. Ég bara tek heilsugur undir og til ég að fara út að plokka, ég á svona klemmu eða til að lappa með þannig að þau ekki beigja sig. Þannig að ég er bara til og fagna því að fá að henda rusli líka í eina viku. Takk. Takk fyrir Eyþór. Alþjóðlegur plokkdagurinn verður haldinn sunnudaginn 30. apríl. Þannig að það getur vonandi flestir tekið þátt, en hugmyndin er líka eins og Eyþór kom inn á að skipuleggja hreinsunarviku þar sem það verður hægt að henda rusli. Það var rétt að bera þessa bókun upp til samþykktar og samþykkir henni gerir verkefni og samþykkt samhljóða. Hinn bókunin sem við erum með tillögu að og við fáum þá umræðu er varðandi lið 3 Varmá. Og tillagan á bókunni er svona. Í langan tíma hefur blasað við að stækka þurfi hreinsunarstöð bæjarins til að anna fjölgun íbúa og ferðamanna. Hveragerðisbær hefur í forgangi að bæta fráveitu bæjarins. Í fjárhagsáætlun þessa árs eru 30 milljónir króna settar í undirbúning aðgerða þessu ári til að kanna hvaða leiðir skynsamlegt er að fara til að bæta úr stöðunni. Þannig að hér er þessi tillaga samþykkt ef að bæjarstjórn er til í að taka undir hana. Ef að minnihlutinn er ekki tilbúinn í því þá breytum við orðalaginu og útvarpinu meirihlutans. En orðið er laust. Eyþór Björnsson. Nei, ég held í sjálfu sér alveg bara að taka undir þetta. Auðvitað er það ljóst að þetta þarf að laga og hvort það hefur verið ljóst í mörg ár er ég kannski ekki alveg tilbúinn að taka undir. Auðvitað vitum við það að á hverjum tíma þarf að vakta þetta og passa að stöðin annir því sem í hana fer. Og það hefur gerst í miklum rigningum að það flæði þarna yfir og því miður þá virðist það ástand vera bara að versna og þá þarf að bregðast bara sem fyrst til því. Hvort að 30 milljónir duga, ég veit það ekki. Það var verið að skoða lausnir sem ég er nú ekki eins og Geir orðinn sérfræðingur í þessu, en fyrir bæjarstjóra var það líka og einhvern veginn neyðast bæjarstjóra til að verða sérfræðingar í fráveitumálum og sorpmálum. En allavega þá tek ég alveg undir það að það þarf að fara í aðgerðir og það sem allra fyrst. Ég held nú að tjónið af þessu sem núna er að gerast sé kannski ofmetið einhverju leyti í einhverju umræðu. Vegna þess að veiðifélagið, ég veit að það hefur svona 5 milljónir á ári í leigutekjur af ánni. Það veit ég að því ég var gjaldkeri í þessu félagi til skamms tíma. Og þannig að, en allavega
þurfum við að passa þetta vel og gera eins vel í þessu eins og við getum. Leita hagkvæmra lausna, það eru mögulegar einhverjar svona, talað einhverjar svona bíólausnir, eða það ekki kvikmyndalausnir, heldur svona lífræna lausnir til að ódýrari leiðir sem að Geir örugglega búinn að heyra Þannig að endilega bara skoða þetta sem allra fyrst. Takk fyrir Eyþór. Fleiri sem að vilja tjá sig þetta? Nei? Ég get alveg blanda mér lítið eða? Já, Geir, gjörðu svo vel. Hérna einhver í málum. Ég komin út á hættulega bröð, forseti. Nei, sjálf sér, þá varandi þessar 30 milljónir, þá verður það fjármagn notað í að greina ástandi. Við erum átt að sjá því hvað Hveragerðisbær þarf á að halda. Og það tekist annars vegar þessari fráveitu hérna fyrir neðan veg og svo þarf að huga að þess á fleiri stöðum og meðal annars upp í dal. Það ýmsar hugmyndir þar í gangi varðandi stækkun og fleira og við þurfum bara að ná utan um þetta og við þurfum ekki bara að ná utan um þetta, heldur þurfum við líka að hugsa til lengri tíma. Við þurfum átt okkur á því hvert umfangið Bærinn öll stækkandi, við erum ekki að ráð fyrir því á nokkrum árum. Muni fjölga hérna 400-500 íbúðir sem þýðir 1.500 manns. Ásamt auknum fjölda hérna gesta og túrista og annað og þetta kallar á bara mikið vatnsmagn, svo ég bara taki þannig til orða. En það rétt sem að Eyþór kemur inn á að það eru margar áhugaverðar lausnir til og bara síðast í gær átti ég mjög áhugaverða fund með aðilum sem að bjóða upp á svona lausn. Og það hefur verið nefnt svo tala milljarðar að kosti að koma þessu upp, hvort að það verði endanlega tala veit ég ekki, en þó vonum við auðvitað að það verði einhver hérna lægri tala. En einhvað síður við fara líka að þetta dýrt og við áttum okkur á því og við erum fara að leita hugsanlega annarra leiða heldur en að greiða þetta eingöngu sjálf úr okkar vasa að fá einhver aðstoð kannski annar staðar frá til þess að takast á þetta en allir við sammála málefni bara brýnt og ég held að það sé langbest að við séum bara samstíga því og tökum öll höndum saman og leysum þetta og þannig að þetta verði gott mál. Takk fyrir Geir. Eyþór, gjörðu svo vel. Bara árétta þetta, ég myndi kannski, ég held við séum alveg til í að vera með í bókuninni en að draga aðeins úr þessu langan tíma. Það búið að vera að hugsa þessi mál alveg stöðugt en það bara fárum við alveg til. Já, það er stöðugt. Algjörlega. Takk fyrir Eyþór. Það var spurning hvort að við getum breytt á bókuninni. Hún hefst hann í langa tíma við blasa við að stækka þeirri hreinslu bæjarins. Ljóst að það sé nokkuð tíma. Nokkuð tíma. Í einhvern tíma. Já, við blasir. Getum við ekki bara fundið svona... Jú, við kannski bara lendum orðalaginu hér þegar við förum við fundagerðina, það ekki? Já. Þannig að við erum þá bara sammála þessa fundagerðina, kannski er þetta að bera hana upp til ekki fundagerðina fyrir hér bókmennina. Þannig að við klárum hana þegar við göngum frá fundagerðina hér eftir. En fundagerðina að öðru leyti til umræðu. Sandra, gjörðu svo vel. Forseti. Það er þetta lið 6 sem eru grenndargámar og mér langar bara að vekja athygli nú var ég íbúð við Dinnskó og grenndargámurinn við Dinnskó er komin upp. Ég fagna því mjög. Og þær eru 3 gámar sem er búið að koma fyrir við Dinnskó. Og ég hugsa eins og í fundagerðinni sem kemur fram að þá verður að íta á að þessi grenndargámur verði settur upp og þannig að mér finnst líklegt að honum hafi bara verið sett bara leið og hann barst okkur að honum hafi hent þarna upp strax. Þannig að ég hugsa það eftir að hann festur aðeins með múrsteinum og svona til þess að hann fari ekki af stað en hann er strax farin af stað. En ég fagna þessa að þetta er komið og nú er þetta komið á 2 staði bæði við Heiðarbrún og svo við Dinnskó. Þannig að þetta er bara glæslegt, mjög gott. Takk. Takk fyrir þetta Sandra. Þú er laust fundagerðina. Allt gjörðu svo vel. Forseti, ég get náttúrulega ekki annað en brosa þar og segja að þessu hafi verið hent upp. Svona frekar frjálslega farið með. En ég var að hugsa lið 5, svo við fyrir fram og tilbaka, hérna með sorphirðuna. Hvernig er staðan á þessari kynningu til bæjarbúa? Er það komið í eitthvað farvatn eða? Ég fæ stundum fyrirspurnir og
og þetta er ekkert síst áhugavert sko fyrir okkur sem að teljum okkur hafa flokkað og sinnt því verkefni mjög vel til 20 ára. Þannig að ég bara spái hvenær verður svona nánari kynning á þessu. Fyrir Alda, Geir, bara þessu gjör svo vel. Forseti, ég get upplýst að það má gera ráð fyrir að þessi kynning til bæja búið að fara fram í maí. Það var átt í stað ákveðin vinna og var svona grunnvinna og það var ráðist í það að telja hérna og skrásetja hver einustu tunnu í bænum og það var gert bara handvirkt. Fólk gekk og tíma var það svona frekar erfitt bara í ljósi veður aðstæðina því að við ætlum að lögða stað þetta fyrr. En síðustu dagar og vikur kannski hafa aðeins svona gefið okkur meira svigrúm til þess að gera það en nú erum við búin að skrásetja allt og þetta fer allt inn í okkar gagnagrunn sem að hjálpar okkur heilmikið. Til viðbót þessu bætist við 4. tunnan og það fer fram í kynning með það. Og skilst fyrir bæinn er einfaldlega fjárfætt í þessum tunnum eða leigja þær eins og sumt er. Því að sumar tunnur sem bærinn á bærinn og aðrar tunnur leigð og það þarf að finna hentugt form á það. Og svo þarf að taka ákvörðun það er svona pólitísk ákvörðun, hvernig við ætlum að rukka fyrir þetta og stefnan eða inntakið að þú bara borgar fyrir það sem þú hendir og við viljum reyna að nálgast það form sem best en hugmyndin er að kynna þetta alltaf í maí. Takk fyrir Geir. Fleiri sem að vilja tjá sig fundagerðina. Það hafa ekki fleiri beðið um orðið en ég vil minna bæjarfulltrúa á og þá sem að hlusta að 20. apríl á sunnudaginn 1. þá verður umhverfisverðlaun Hveragerðisbæjar veitt að Vanda í Garðsskólanum á Reykjum og dagskrá fyrir sunnudaginn 1. í Hveragerðisbæ fer í loftinu bara innan skamms frá íbúar og upplýsingar nánar upplýsingar um dagskrána en hvet ykkur öll til að mæta í Garðsskólanum á þá skemmtilega viðburð sem hefur verið hér í áravís í Ölfusi að vísu. En þá ber ég fundagerðina upp, þeir sem samþykja henni gefi merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá göngum við til 7. dagskrárliðar sem að er val á fulltrúum félags eldri borgara í Hveragerði í Öldungaráð og til skýringa þá hefur félag eldri borgara í Hveragerði samþykkt fulltrúar félagsins í Öldungaráði verði Sigurlín Sveinbjarnardóttir, Daði Ingimundarson og Steinunn A. Helgadóttir. Hér er lagt til að bæjarstjórn samþykki þessa tilnefningu en orðið er laust undir þessum dagskrárlið. Enginn kveður sér hljóðs, þannig að ég ber þessa tillögu upp til samþykktar og hún er samþykkt samhljóða. Og þá er komið að 7. dagskrárlið sem er fyrirspurn frá fulltrúum D-listans fulltrúa og B-lista í skipulagsnefnd. Viljið þið að ég lesi þetta upp eða viljið þið koma og lesa upp fyrirspurnina? Nei, þú mátt bara lesa þetta. Þá er fyrirspurn D-listans svona. Hverjir eru aðal- og varamenn og B-lista í skipulagsnefnd Hveragerðisbæjar? Þetta rita Alda Pálsdóttir og Eyþór H. Ólafsson. Og Halldór, þú var þér orðið, gjör svo vel. Forseti, það sem fram kemur á vef Hveragerðisbæjar, það er aðalmenn okkar Hveragerðis og Framsóknar í skipulags- og mannvirkjanefnd, að það er Arnar Ingi Ingólfsson, formaður nefndarinnar í Framsókn, Marta Rut Ólafsdóttir í Framsóknarflokki, Hlynur Kárason og Kristján Björnsson og okkar Hveragerði. Varamenn fyrir Framsókn er Halldór Karl Þórsson og Snorri Þorvaldsson fyrir Framsókn og einnig varamenn hann Bryndís Valdemarsdóttir og Viktoría Sif Kristinsdóttir fyrir okkar Hveragerði. Þetta Halldór orðið er laust. Enginn kveður út. Eyþór, gjör svo vel. Já, auðvitað getum við lesið og vitum við hverju þessi fulltrúar eru. Það er ástæða fyrir þessari fyrirspurn. Við viljum bara vekja athygli á því að kynjahlutföll í nefndinni er ekki í lagi. Og ég hvet meirihlutann til að laga það. Takk fyrir Eyþór, Halldór, gjör svo vel. Já, það er rétt, við ættum að vera þarna 40% þegar það eru fleiri en 3 í stjórnum sem það verður 33%. Eða í nefndum, samt lögunum sem skilst. Eins og
bæjarstjórn veit þá er lagt að nýtt skipurits. Það sem breytingar eru á nefndum og komið til með að laga þetta þá í þeirra hvort sem nefndir á nýjum. Takk fyrir ábyrgðina. Takk Halldór. Það sér engin hljóðs. Þannig að við göngum þá til næsta dagskrárliðar sem er fyrirspurn frá D-lista, undirbúningskostnaður vegna væntanlega byggingu íþróttamannvirkis í Dal. Og ég spyr aftur, viljið þið lesa þetta upp? Já, gjörðu svo vel alltaf. Forseti. Fulltrúar D-lista leggja fram eftirfarandi fyrirspurn. Hver er undirbúningskostnaður Hveragerðisbæjar er varðar væntanlega byggingu íþróttamannvirkis í Dal? Óskar eftir sundurliðum kostnaðar varðandi hönnun, ráðgjöf, vinnu starfsmanna Hveragerðisbæjar og allan annan þann kostnað sem fallið hefur til vegna verkefnisins. Og undir þetta rita Alda og Eyþór. Takk fyrir Alda. Ekki á söndur orðið, gjörðu svo vel. Sérfræðilegur kostnaður vegna nýrrar Hamarsvallar árið 2022 og til 12. apríl 2023 var samtals 14.418.860. Þar af er sérfræðiþjónusta 14.357.225 og auglýsing vegna alútboðs krónur 61.635. Ekki hefur verið seld út vinna starfsmanna vegna Hamarsvallarinnar og til samanburðar má geta þess að sérfræðikostnaður vegna gömlu Hamarsvallarinnar loftvarnahússins var árið 2012 31.846.238 og það var einmitt svipuð fyrirspurn, ekki nákvæmlega eins, sem var tekið fyrir bæjarráðið þann 15. desember síðastliðinn, þar sem var óskað eftir upplýsingum um þann kostnað sem hefur fallið til við vinnu Mannvill og Alarks arkitekta og þá var kostnaðurinn samtals 10 milljónir. Og þá settum við einmitt fram að til þess að setja þessar fjárhæðir í samhengi við allar framkvæmdir og fjárfestingar í Hveragerðisbæjar. Það var kostnaður vegna arkitekta og verkfræðinga við byggingu 3. áfanga grunnskólans 39 milljónir. Kostnaður vegna leikskólans Undralands var 36 milljónir. Hönnunarkostnaður vegna leikskólans í Kambalandi var 8 milljónir og kostnaður vegna Hamarsvallarinnar þegar hún var reist árið 2012 eins og ég sagði hérna áðan það bil 32 milljónir. En eins og við heyrum og sjáum að þessar tölur eru gríðarlega háar og þetta er svakalegur kostnaður en það er mikilvægt að vanda vel til verka áður en haldið er af stað í svona stór og veigamikil verkefni. Þannig að það borgar sig til lengri tíma litið þegar við erum að tala um svona mannvirki sem á að standa. Takk. Takk fyrir Sandra, orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs og þá göngum við til næsta og síðasta dagskrárliðar sem er 9. dagskrárliður sem er minnisblað frá skrifstofustjóra yfirdráttarheimild í Arion banka. Og lagt er fram minnisblað frá skrifstofustjóra þar sem óskað er eftir að bæjar á samþykki yfirdráttarheimild í Arion banka. Bæjarstjórn fyrirgefðu, ég er að lesa rangt í handritinu, að bæjarstjórn samþykki yfirdráttarheimild í Arion banka að upphæð 130 milljónir króna. Er þetta í samræmi við reglur sem í gildi eru en þar óskar Arion banki eftir árlegri staðfestingu bæjarstjórnar á yfirdráttarheimild í bankanum og hér er lagt til að bæjarstjórn samþykki þessa yfirdráttarheimild upp á 130 milljónir króna. En orðið er laust undir þessum dagskrárlið. Enginn kveður sér hljóðs, þannig að ég ber þessa tillögu upp í samþykktar að bæjarstjórn samþykki yfirdráttarheimildina þeir sem að Já, rétt, framlenging og yfirdráttarheimild, sjálfsögðu. Og þeir sem eru samþykki því gefur merki og það er samþykkt samhljóða. Og þá dagskrárliðin ekki fleiri og við förum hér yfir fundargerð og slítum útsetningu og svo kveði eins og síðast, ég þakka þeim sem hlýddu.